Svo er sagt, að á hálendum þeim sem liggja utan alfaraleiða sé hellir. Svo er sagt að á hálendum þeim sem liggja utan alfaraleiða sé hellir. Og að hellir, sá hellir sé hvorki fyrir grjóti, með gróður eða mold, heldur gleymsku. Þeir segja líka að enginn finni þennan helli lifandi, en að allir komi þangað í dauða sínum. Því með hverju skrefi líða úr manninu þræðir úr ljósi, ósýnilegir lifendum, en auðsæir þau sem þurfi ekki lengur á augum að halda. Og þessir þræðir losna ekki frá honum, heldur dregur á eftir sér óvitandi, eins og fléttast að baki hans eins og silki úr ormi. Og svo er sagt að með hverju skrefi styrkist fléttan eða dóminn, greinist eða flækist og taki á sig lit, daufan af vana, skæran af nýjungum, bláan af sorg, gylltan af gleði, grænan af miskunn, svart en forfeðurnir sem búa þar sem hver stund liggur við hlið annarar, sjá ævi mannsins eins og eina veru, langan, óskiptan ljósorm sem teygir sig frá upphafi ævi stígsins og af hellinum á hálendinu. Og við hellismunnan, þar sem áfram ekki lengur til og lífsgangan stöðvast, en ljósormurinn ekki, hann dregst inn á þig og hverfur ofan í hellinn. Þann helli er sagt að hann sé hvorki mikill né lítill, hvorki myrkur né ljós, heldur hvort tveggja í senn. Loftið er kyrrt og það lýsir ekki eldur, heldur ljómi þeirra sem voru þar fyrir. Og en réttur frásagt eru þar inni forfeðurnir. Þeir tala hvorki né dæma, þeir horfa og snerta. Og þegar nýr ljósormur birtist, leggja þeir hendur á fléttur hans og greiða úr, lið fyrir lið, þráð fyrir þráð, sumt skín þá skærar og annað dofnar. Þannig má sjá hvað í orminum er sterkt og hvað er veiklað. Sumir eru stuttir og marglitir, aðrir langir en litlausir, en aðrir ýttir og flæktir, svo vart verður rakinn þráður og enginn veit hvað veldur. Ef ljósómur ber í sér mynstur eða einingu sem heldur honum